Í miðju hafinu sá ég Hanuman mæta skrímslinu Surösu. Undir áhrifum sjani lærir maður hógværð hlýðni við skipanir og hugrekki. Þessi atburður kennir hinum trúðu sterka lexíu ag og trúfesti. Í miðju hafsins reis próf Surösu, ekki með styrk heldur speki. Sigraði Hanuman, hann virti skipunina, hógvær varð hans vopn. Í Sundarakanda atburðinum kom sigurinn. Í miðju hafsins reis próf Surösu, ekki með styrk heldur speki. Sigraði Hanuman, hann virti skipunina, hógvær varð hans vopn. Í Sundarakanda atburðinum kom sigurinn. Boði guðanna stóð Surösu í leiðinni. Líkami þinn fæða mín, sagði hún og reyndi hann. Án reiði og girndar talaði hann með ró. Að ljúka verki Rama var hans heilaga skylda. Í miðju hafsins reis próf Surösu, ekki með styrk heldur speki. Sigraði Hanuman, hann virti skipunina, hógvær varð hans vopn. Í Sundarakanda atburðinum kom sigurinn. Hann stækkaði og minnkaði, gekk í munn hennar, kom út og laut í virðingu. Surösa lofaði appan sem hélt orð sín. Þú hefur sigrað, sagði hún og blessaði hann. Í miðju hafsins reis próf Surösu, ekki með styrk heldur speki. Sigraði Hanuman, hann virti skipunina, hógvær varð hans vopn. Í Sundarakanda atburðinum kom sigurinn. Hógvær varð styrk og trúfesti við skyldu leiti til sigurs. Jafnvel á tímum sjani ekkert próf ófyrirstiganlegt. Með aga og trúfesti allt mögulegt.